Takk fyrir og gaman að vera með ykkur hér. Hér eru glæruna mínar. Gaman líka að geta tvinað saman hugverkaréttindum og kvenréttindum sem ég starfa við alla daga. En hugverkadeild Össurar hluti af þróunarsviði hjá okkur. Í starfinu okkar fáum við að fylgjast með tækniteymum og sköpum verðmætt hugverk og uppfinningum sem fæðast í þróunarverkefnum. Og ég bara nýta tækifæri og nefna að við sem 3 konur sem vinnum í hugverkadeild Össurar, 2 sitja hér í dag. Engaleyfi og hönnunarvernd sem verður til á þróunarsviði myndar kjarna hugverkasafnsins okkar sem með því stærsta iðnaðinum. Í þróunarvinnu vinnum við mjög náið með notendum frá þarfagreiningur til lokaafurðar. Til þess að nýsköpun nýtist sem best mikilvægt fyrir hönnuði og verkfræðinga að skilja þarfir fólks og hvernig hægt sé að beita tækni til að leysa vandamál þess. Það því mjög mikilvægt að þróunateymi séu fjölbreytt og hafi mismunandi bakgrunn en þeir eru okkar skjólstæðingar afskaplega fjölbreyttur hópur, hvað varðar aldur, kyn, menning og föllun, lífstír, vonir og væntingar. Okkar teymin verða að endurspegla notendahóp í sem mestu mæli, svo að við getum þjónustað hann betur og þróað betri lausnir. Konur eru eðli málsins samkvæmt helmingu okkar skjólstæðinga og því mikilvægt að hafa góða innsýn inn í þeirra klínísku þarfir. Ég veit að aðrir viðmælendum munu tala meira konur og hugverk á eftir, en ég má til að nefna að konur hjá Össuri sem starfa í hönnunarteymum eru iðulega nefndar sem uppfinningamenn á engaleyfi umsóknum okkar. Nú, stuttlega Össur, fyrir það sem við ekki kannski, en fyrirtæki var stofnað á Íslandi árið 1971 af Össuri Kristinssyni sem sjálfur notar gervifót og stóðtækjafræðingur. Í dag erum við 4.000 starfsmenn og erum með starfsstöðvar í 36 löndum, en vörurnar okkar eru seldar í miklu fleiri. Hugverkastefna fylgir stefnu fyrirtækis. Nýsköpun skilgreind sem ein af hornsteinum stefnu fyrirtækis og hana verjum við með sístækkandi hugverkasafni. Langflestar vörur okkar eru verðaðar einhvers konar tegunda af hugverkum, oftast engaleyfum, en líka hönnunarvernd, að ógleymdum vörumerkum og höfundarétti. Eins og við alla fjárfestingar, það mikilvægt að fylgjast vel með hugverkum og huga vel að því að safnið endurspegli stefnu fyrirtækis. Eins og ég sagði, við verjum allt sem við gerum, að það gefur okkur samkeppnisforskot, en pössum vel að við fjárfestum í vernd á þeim mörkuðum sem eru fyrirtækinu mikilvægir. Gröfin á glærunni sýna fylgni milli mikilvægustu markaða í sölutölum og stærðar hugverkasafnsins. Reyndar þegar ég var að gera grafum hugverkasafn, þá var ég að telja engaleyfisumsóknir í Bandaríkjunum, Kanada og í Ameríku og svo í Evrópu, en glemdi að telja svokallar PCT-umsóknir sem flestar fara í Evrópu einhverju tímapunkti, þannig að hlutfall aðeins jafnara milli Evrópu og Ameríku. En samt sjáum fylgni þær vonandi. Nú aðeins notendur og vörunar okkar, vörum sem við hönnum, framleiðum og setjum á markað ásamt þjónustu sem við veitum í gegnum klíníkur, skiptast í stóðtæki, sem við gervilimi fyrir fætur og hendur og spelkur og stuðningsvörur. Stóðtæki framböð okkar skiptist í mekanískar og tölvustýrðar vörur. Eins og þið sjáið á þessum myndum, notendur stóðtæki eru mjög fjölbreyttur hópur. Í tilefni dagsins áhugavert að benda á að í gegnum árin hafa gervifætur tekið gríðarlegum framförum í virkni, en hafa yfirleitt verið universal, við hönnum fætur sem fyrir öll kyn, þó að þeir hafi komið í mismunandi skóstærðum. Okkar kvenkyns notendur tengdu eðlilega ekki við breiðar ristar og stóra ökla. Þessu fannst okkur mikilvægt og nauðsynlegt að breyta og fórum af stað með hönnun á svokölluðu kvennafæti. Við vildum hanna fætur sem hentuðu konum sérstaklega hvað varðar lögun og val á skófatnaði, án þess þó að draga úr virkni fótanna á nokkurn hátt. Það ábyrgðar hlutverk að hanna tæki sem eiga að koma í stað líkamshluta fólks og það hefur verið mjög gaman að fylgjast með því hvað þessi vinna hefur skilað miklu til kvenna sem notast við gervifætur og heyra þeirra upplifun við að nota fætur sem þeim finnst vera hluti af þeim sjálfur og valdeflingu sem því fylgir.
Annar hópur vara sem við erum með eru spelkur og stuðningsvörur. Þessi vörur eru notaðar vegna meisla og stóðkerfisvandamála eða gigtar. Munurinn á þessum vörum og stóðtækjum helst sá að það sé meira valkvætt hvað fólk notar þær. Ólíð gervifótum til dæmis. Þú ert meira háður gerfilimum heldur spelkum, þó að virkni þeirri sé ótvírætt og sannað. Þess vegna enn mikilvægara að lausnir sem við hönnum viki traust og samsömun svo fólk noti þær. En að hönnunarverð sem tema erindismis í dag. Össur á það bil 230 hönnunarskráningar, design patents eins og þær heiti í Bandaríkjunum. Þar sem við erum í farabróði í tækniþróun á okkar sviði, verjum við eðlilega vöruna meira með einkaleyfum, verjum tækniframfæri og virkni þeirra. Hönnunarskráningar koma ekki síður að góðum nótum, en þær verða útlit vörunar, ekki virkni. Og ætla að gefa nokkur dæmi það. Notendur stóðtækja okkar eru mestmegnis fólk sem lifir eðlilegu lífi og vilja helst ekki vera myndir á það að þeir séu með gervifætur. Okkar stóðtæki gera þeim kleift að nýta þau til fulls án þess að þurfa að hugsa þau hverja sekundu í deginum. Með öðrum orðum, þau sjást ekki þegar þau eru notuð og eðli máls sagvað þá kannski óþarfi fyrir okkur að sækja hönnunarskráningu og verða útlit þess. En annað að segja þennan flotta hóp sem þið sjáuð á myndinni, þetta eru íþróttamenn í tím Össur. En Össur stýður við bakið á afreksíþróttafólki allan heim. Þau eru stolt að nota okkur vöru. Þetta eru ólympíufarar, heimsmetshafar, miklar fyrirmyndir og brautryðjendur. Gervifætur sem þetta fólk notar mjög sérstak í laginu og á að sjást. Og hér ætla að gefa ykkur dæmi. Þessi kona heiti Sara Reinertsen. Hún bandarískur þríþrautakappi sem Össur hefur verið lengi í samstarfi við. Hún vann hjá Össur í vinnur í dag hjá Nike. Hún notar FlexRun fót. Þetta í grunni svolítið eldri fótur sem við endurhönnuðum og betrumbættum fyrir nokkrum árum og setjum til dæmis þessa gula línu á hliðina sem Össur litur. Allir hlaupafætunum okkar eru reyndar með svona línu, þannig að næst þið horfið á ólympíuleika fatlaðra eða einhver íþróttamót, þá munum við þekkja vörunar okkar eftir þessari línu. Og þess vegna fannst okkur mikilvægt og þess virði að sækja hönnunarvernd og fæti með svona lögun og svona litarönd. Við erum með hönnunarskráningar og því. Hönnunarskráning sem við erum með í þessum fæti fyrir svokallana Söru Sóla. Þetta sóli sem hannaður í samstarfi við Söru Reinertsen og Nike sem hægt að setja á fótinn. Hönnunarskráning nær yfir lögunin á klemmu efri hluta fótarins. Þessi myndir sem ég seti hér eru úr hönnunarskráningu. En þá kemur á spelkum. Spelkum sem við hönnum eru alls konar. Það hægt að fá þær ávísaðar í gegnum tryggingakerfin en líka kaupa þær í lyfjabúðum eða sérstökum verslunum. Þess vegna aðgreining og þekjanleiki enn mikilvægari en í stóðtækjabransa, af því að samkeppnin meiri og framleiðendur vilja að þeirra vöru þekkjast og hægt að reykja þær til þeirra. Hönnunarvernd nýtist miklu meira hér og við erum með fleiri skráningar í þessum vöruflokki. Hér hægt að sjá þekktustu gigtarspelku okkar. Árið 2003 keypti Össur fyrirtæki í Bandaríkjunum og Canada Generation 2 Orthotics, en það fyrirtæki þróaði og setti á markað þessu fyrstu spelku, Unloader, sem olli kaflaskilum á þessum tíma með til dæmis einkaleyfisvarinni tækni að leta af þrýstingi á hnjáleið. Spelkan leit svona út og hægt var að fá hana í alls konar litum, en hún leit pínulítið út eins og bílapartar. Mér segja að hún var bara spreyjuð, hlutar voru spreyjaði með bílamálningu. Og vissulega eitthvað sem sumir voru stoltir af að nota, íþróttamenn myndu nota það mikið og sýna sig og sýna en meiri hluti fólks með slitgigt komin yfir 50, þá besta aldri myndi ég segja núna, en það eru konur sem kæra sig ekki endilega með sína nýjustu tæknivísindi á sér.
Þess vegna var spelkan ekki nótuð sem skildi. Þetta eins og ég alltaf að kaupa mér eitthvað græju til að sletta hárið að mér sleti það aldrei, að ég kann ekki að gera. Þetta flókið, þannig að þetta var svona svolítið þannig. Fólk fékk þetta ávísað eins og var það ennþá með verki að því það var ekki nota spelkur. Þó að þessi sannað að hún gerir það gott. En árið 2003 þá byrjuðum við að þróa nýja spelku á grunni þessari tækni frá Generation 2 og betrumbætum hana verulega með þarfir notendahóps í huga. Þá þetta þessi spelka í miðjunni kallað Unloader One og þið sjáum við líka byggjum á þessu vörumerki. Já. En við tróðum til dæmis þetta, þið sjáum þetta eitt, nú kann ég ekki íslensk orð, strapp, eins og band sem var engalífsvarinn, þetta engalífi var að renna út, við komum með tvöfald, fengum endurnýjuðum sem sagt engalífisvernd á því og í tæka tíð að því að fyrir engalífi voru að renna út. En eins og þið sjáum vonandi þessi Unloader One spelka í miðjunni miklu mýkri og léttari. Það fer minna fyrir henni, hún með rífur fyrir öndunina og svo framvegis. Þetta okkar mest selda spelka í dag. Og svo fyrir nokkrum árum kom tími að endurnýjum, það betrumbæta hönnunina, aftur með þarfir notandi huga og eftir að hafa hlustað á reynslusögur þeirra. Úr því varð Unloader One X spelka sem þannig síðust. Og þá aðeins hönnunarvernd á henni. Hún byggir á tækni sem við höfum þróað og verndað í gegnum árin, en afraksturinn úr þróunarverkefni eru ný engaleyfi og hönnunarskráningar sem hjálpa okkur að viðhalda samkeppnissérstöðu. Þessi spelka fellur enn betur líkamönnum og einfaldari í notkun og mun vonandi hjálpa okkur til að ná til fleira fólk sem geti notið góðs af henni. Við erum með 4 hönnunarskráningar fjölskyldur af henni sem sýna til dæmis lögunina á sumum pörtum eins og til dæmis þessum takka hér niðri sem þannig hannaður að auðveldara fyrir veikburða hendur að snúa honum. Össurar hlífa lömum sem hægt að nota á fleiri spelkum, reyndar og svo framvegis. Þannig þetta svona stutt og að hönnunarskráningar kannski notast með hönnunarfyrirtækjum eða eitthvað svona öðrum einnaði. Þetta eru engu síður mikilvæg fyrir okkur en við svona fylgjumst vel með og reynum að skapa sérstöðu í útliti fyrir okkar vöru alveg eins og í tækni og notum þá hönnunarvernd til að vera okkar sérstöðu þar. Takk. Eru þetta spurningar? Eru einhverjar spurningar? Já. Hafa eitthvað í huga að hafa þessar vörur eins og þessi síðasta spelka í húðlitum? Í húðlitum, já. Spurningar ef fólk hefur ekki heyrt í streymi hvort við höfum íhugað að hafa þessi spelku í húðlitum. Ég ekki viss, verði að svara. Húðlitir eru þetta mismunandi. Líka, þannig að það svona svolítið þannig erfitt að hafa eitt lit. Við erum reyndar með gervifætur, hvað heitir þessu, kofera á gervifætur í alls konar litum. Held ekki þessu, en það þetta svona meira notað undir buxum og undir pilsum. Já, henni spurning við þetta. Mjög framalega að verja eitthvað bæði tækni og hönnun. Fer mikil tími hjá okkur líka í að fylgjast á með að það verið að brjóta á þessum leiðum sem þið hafið tryggt ykkur? Já, þú getur talað við konuna sem situr við hliðina á þér. Þetta hennar starf. Já, við fylgjumst mjög vel með. Við fylgjumst mjög vel með samkeppninni. Því sem að gerast. Í fyrsta lagi viljum við ekki fjárfesta í eitthvað sem einhver annar búin að vernda. Þannig að já, við þekkjum samkeppnina okkar og erum með svo kallað patent watch sem við sendum líka á alla þróunardeildina og vörustjóra þar sem við fylgjumst. Og svo erum við fylgjumst með með samkeppnisvörum ef einhver okkur finnst einhver brjóta á okkur, þá bara
bregðumst við því. Við viljum auðvitað vernda þessu fjárfestingu. Ef ekki fleiri spurningar, þá þakka ég fyrir mig.